Já, komið sæl, kæru loftmerki. Þá ætla ég aðeins að lesa fyrir ykkur. Breyta aðeins hérna svettinu. Það er Vatnsberinn, Tvíburinn og Voginn. Hvað skyldi verið í gangi hjá ykkur? Gjörglega þá kveikt á kertinu, jú. Eitthvað eftir að reykjarsin okkar. Skulum sjá. Loftmerki. Svo þið kannski viti, ég les aldrei spilin á hvolfi. Sum gera það, ekki ég. Reyna að halda þannig að þið getið séð spilin. Það er ekkert nauðsynlegt, það er bara sumir vilja það. Ok. Keisarenjan sjálf er hérna komin. Jæja, kæru loftmerki. Hvað er í gangi hjá ykkur? Ég ætla að vona að einhver ykkar sé að hugleiða, stunda hugleiðslu. Því að það er eitt af því sem kemur sterkt hérna fram sem er mjög gott fyrir ykkur akkurat núna. Kyrra hugan eða leiðan inn á einhverjar rólegar lendur. Þið eru að bíða eftir, þið eru ekki einum það. Það virðist vera smá þema. Þið eru búin að setja af stað eitthvað verkefni og eru að bíða eftir hverju það skilar ykkur og það getur verið að þið eru aðeins fann að sjá ávinning af því, einhver ykkar, og það er að skila ykkur bara gróða, andlegum gróða, efnislegum gróða og flest ykkar kæru loftmerki hafið það þokkalega gott, svona með það sem þið hafið. Og einhver ykkar eru jafnvel að spá í fjárfestingar fyrir framtíðina. Þetta sem þið eru að bíða eftir er ekkert endilega tengt fjármunum. Það er meira svona að þið eru kannski að skoða möguleika. Hvaða möguleika hafið þið á að breyta, taka þátt í einhverju nýju. Einhver ykkar kæru loftmerki er að horfa erlendis, út fyrir landsteinana, með einhver verkefni eða eitthvað sem að heillar ykkur. En akkurat núna vil ég bara óska til hamingju þeim sem eru búin að uppskera eða eru við það. Því það er bara tilefni til að fagna og hafa gaman, halda partí og vera virkilega bara stolt af ykkur sjálfum. Einhver ykkar eru að flytja erlendis. Það bara kemur hérna aftur og aftur til mín. Ég óska ykkur bara velfarnaðar með það. Það verður þroskandi og skemmtileg reynsla
og ég sé sum ykkar ekki snúa aftur á meðan að önnur stoppa kannski styttra. Ok. Ég sé hérna einhver ykkar loftmerki eru með svona víbring í tilfinningunum ykkar. Eru ef til vill að upplifa ástina. Eru kannski skotin eða einhver skotin í ykkur. Og það svona veldur smá fiðringi í magan. Þetta þarf ekki endilega að vera þið, þetta getur verið einhver í ykkar nánasta umhverfi líka sem er að upplifa þetta. Það er bara yndislegt því að ástin skýtur sér niður allstaðar. Þið verðið að muna það, kæru loftmerki, það er líka hægt að njóta lífsins á Íslandi þó að veðrið sé kannski ekki alltaf eins og þið viljið hafa það. En mörg ykkar eru að huga að því að fara að njóta lífsins. Sem sagt erlendis eins og ég sagði. Einhver ykkar þurfið á hvíld að halda. Eftir svona svolítið strembinn kafla í lífi ykkar þar sem að þið hafi lagt mikið á ykkur. Og það getur þá verið bæði í vinnu eða bara svona ykkar daglega lífi. Þarf ekki endilega að tengjast atvinnu. Svo eru barneignir hérna líka hjá einhverjum. Og það geta verið þið sjálf, kæru loftmerki, að einhver ykkar eigi von á barni eða einhver ykkur nákominn. Það er bara gleðilegt og fallegt allt í kringum það. Og ef til vill er það hjá mörgum ykkar eitt af því sem er verið að fagna og hafa gaman af hérna. Því að ég sé svo mikinn fögnuð. Ok. Biðtími framundan. Ég veit ykkur finnst ekkert endilega gaman að bíða. Nýtið þennan biðtíma vel og nýtið hann kannski til þess að undirbúa framtíðina, undirbúa næstu skref. Hugtakið brainstorming, það er að segja það sem að þið sitjið bara í frjálsu flæði og skráið hugmyndir ykkar niður, allar hugmyndir sem þið fáið. Það mun gefast ykkur vel og þið munuð fá nýja sýn á hlutina. Með því að sýna þolinmæði og láta hlutina bara gerast, tileinka ykkur smá æðruleysi, hætta að vera með puttana í öllu eins og þið voruð kannski áður eða eru búin að vera með. Taka bara svolítið skref aftur á bak, leyfa almættinu svolítið að sjá hlutina og gefa ykkur þann tíma sem að þarf til þess að hlutirnir svona fá að vaxa á sínu hraða og blómstra. Svo sé ég ykkur bara hérna mörg hver, kæru loftmerki, í bara allsnægtum, bæði hvað varðar fjárhagslegar allsnægtir og eins
svona fjölskyldugleði og vellíðan innan heimilis eða innan ykkar nánustu. Þessi lestur kemur svolítið inn á ykkar nánustu. Fólki sem í kringum ykkur dagstaglega, það getur auðvitað verið vinnufélagar, en mér finnst þetta meira að vera fólk sem tengist ykkur nánum böndum. Drottningin sem við sjáum hérna, drottningin í mynd, hún getur táknað manneskju, konu, þarf samt ekki að vera, en þetta ef til vill einhver manneski í ykkar lífi sem að lætur ykkur líða vel. Hún hugsar ykkar hag, hún veit hvað þið kunnið að meta, hún kann að láta ykkur líða vel. Þetta getur verið makinn ykkar eða manneskja sem ykkur þykir mjög vænt og hún er sjálfstæð og fer vel með peninga og allt sem tengist heimili og er svona góð húsmóðir eða húsbóndi. Og það er hægt að leita til hennar líka til að fá ráðleggingar varðandi ýmsar fjárfestingar eða það að láta hlutina bera ávöxt. Og ef að það er eitthvað sem að þið eru að fara út í núna næstunni, þá mun það margborga sig því að ég sé ykkur uppskera hérna margfalt frá því sem áður var. Og ég sagði áðan að þið væri hérna í essinu ykkar að njóta. Þið eru að njóta á eigin forsendum og eru að njóta ykkar eigin vinnu. Og þó að ég talaði hérna áðan ykkar nánustu, þá er þetta aðalega fyrst og fremst þið sjálf, kæru loftmerki, sem að eru að græða mest. Og þið megi bara alveg njóta þess og klappa ykkur á axlina fyrir velunni störf. Ég sagði áðan hérna að einhver ykkar væri kannski skotin eða ástfangin. Ef til vill eru þið að plana eitthvað í tengslum við ástina innan heimilis eins og varðandi innbú eða flutninga eða húsnæði. Það kemur mjög sterkt hérna inn fyrir sum ykkar. Og ég tala nú ekki þar sem að barn er á leiðinni líka. Frábært, kæru loftmerki. Þetta er frekar svona jarðbundin, efnisleg lögn. En allt í lagi. Mér langar að draga fyrir ykkur hérna eins og ég er að gera fyrir öll merkin. Gyðjuspil sem að ég er ekki alveg búin að læra nógu vel inn á ennþá. En það fylgir þessi fína bók og ég kannski les upp úr bókinni, þar að segja svona hraðþýði, þar sem að gyðjan vill segja ykkur. Og þið verður bara að sýna mig biðlund og ég kannski pása bara myndbandið aðeins að meðan að ég er að kíkja á merkinguna. Gyðjan sem þið fáið, hún heitir Dana og hún er númer 1 sem hlýtur að vera eitthvað í sambandi við leiðtogahæfni. Hún heldur þarna fallegum lykli. Mér sýnist þetta að vera tungli fyrir aftan hana og fuglar sem umkringja hana.
Þetta er afskaplega falleg gyðja og þarna stendur Goddess of Empowerment. Þannig að hún er gyðja þess að styðja við eða styrkja eða efla aðra. Gyðja eflingar. Já. Lykilorðin hennar eru einmitt þetta styrkur, aukning og það að styðja við. Hún er frá Írlandi þessi gyðja og tengist júlí, 31. júlí, sem er svona byrjunin á uppskerutímanum allavega á Írlandi, þá sé það kannski ekki hér. Nafnið hennar þýðir þekking og það að flæða eða renna. Ok, hún er gift Bæl, held ég að þetta sé, sem er guð ljóssins og heilunar. Dana var, hún var svona einhvers konar spáheilari, spámiðill, divinatory healer fyrir mæður, fyrir fólk almennt, fyrir dýr og fólk sem lífið hafði brotið, broken people. Hún kenndi fólki sjálfsvirðingu. Ok, og nú ætlum ég að pása aðeins myndbandið og kynna mér þetta og koma svo með meiri texta. Ok, Dana er talin vera svona stríðsmaður eða stríðsgyðja og vera móðir allra guðanna og móðir Írlands og þoka Írlands, þokan í Írlandi er talin vera faðmlag hennar og er talin tákna svona þennan tíma, þennan óvissu tíma, áður en að hlutir verða skýrir og allt kemur í ljós. Þetta táknar það að ef þú ert í erfiðri stöðu, kæra loftmerki, þá mun skýrleikinn koma til þín þegar þú ákveður að gera eða segja það sem þér finnst vera rétt. Þekkingin og þroskinn sem að þú aðlast mun hafa í för með sér frelsi og öryggi, alveg eins og að lykillinn hennar Dönu getur opnað og læst dyrum. Þú ert að loka dyrunum að einhverju neikvæðu sem að ef hafi meiðandi áhrif á þig og þú ert að opna þig fyrir sjálfsuppgötvun og styrkingu. Lífstilgangurinn þinn er þarna og hann er það sem að fær þig til að finnast þú hamingjusamust, kæra loftmerki, mest hamingjusamt skulum við segja, og mest lifandi. Lífstilgangurinn gefur lífið einu stefnu og orku sem að þú færð frá alheiminum eða þú tengir þig við hann. Sjálfstraustið þitt á eftir að vaxa, þar sem að þú þarft sífellt minna og minna á viðurkenningu annarra að halda og lætur þá ekki trufla þig í ætlunarverkum þínum. Þú elskar sjálfa þig og þér líður sífellt betur og verður hamingjusamari. Þú ert að komast yfir gömul mistök í gæsalöppum og núverandi vandkvæði og lætur aðra ekki grafa undan þér. Jafnvel neikvæð áhrif eða neikvæð staða getur haft jákvæð áhrif á sjálfstraustið þitt. Með því að þú ýtir undir sjálfstraust annarra þá hveturðu sjálfa þig í leiðinni. Þar sem að Dana var stríðsmaður og heilari
þá kenndi hún það að óttinn við að missa ætti ekki að standa í vegi fyrir því að vinna eitthvað. Þannig að þú sé hræddur kæra loftmerki, hræddum að missa eitthvað, ekki láta það hafa áhrif á ef að þú ert viss að sigra. Ef þig langar í eitthvað, ekki tala sjálfa þig niður áður en þú byrjar að nálgast það. Ok, það er svolítið hérna í viðbót. Dana hefur mörg tákn, meðal annars máva. Það eru sem sagt fuglarnir sem eru þarna hjá henni. Mávarnir sýna það að þú getur varið umhverfið þitt og lifað án ótta. Það er að segja, passað svona þitt umráðasvæði og lifað án ótta. Alveg eins og mávarnir sem eru mjög ákveðnir þegar þeir eru að leita mat, þá mun þú finna rétta fólkið sem uppfyllir þínar þarfir og styrkir þig í að bæta sjálfa þig, kringumstæður þínar og umhverfið þitt. Mávarnir ferðast yfir langar vegalengdir og þú munt líka víkka þæginda ramman þinn, þægindasvæðið þitt og horfast í augu við erfiðleika og þú munt bráðum heimsækja einhvern með því að fara yfir sjó, sem sagt ferðast yfir sjó. Eins og mávarnir sem eru fuglar sem makast fyrir lífstíð, þá munt þú hitta maka sem er tilbúinn að eyða ævinni með þér ef þú hefur ekki nú þegar hitt hann. Þannig að Dana styrkir löng sambönd sem endast lengi. Á sama hátt og Dana stendur við rennandi á, þannig færist þú nær takmarkiðinu og uppfyllingu þarfa þinna. Velgengni þín í framtíðinni, þú þarft að passa að láta hann ekki stíga til höfuðs. Hún er send til þín frá almættinu, frá himnum ofan og henni er ætlað að flæða í gegnum þig. Blessun af himnum ofan eins og rigningin sem fyllir árnar hefur styrkjandi áhrif á þig í öllum þeim kringumstæðum þar sem þú vilt vera traustur, trúr og tryggur og líka þeim stöðum sem þú hefur verið í eða ert þannig. Sem sagt hún hefur góð áhrif á eða eflir þessa eiginleika í þér. Þú ert sterkari og fólk þarf meira að þér að halda heldur en þú nokkuð tímann heldur. Svo er hérna smá í viðbót. Eitthvað yndislegt er að fara að gerast sem mun láta þér líða eins og þú sért á toppi heimsins. Það gæti verið tengt ást, fjölskyldu, vinnu eða peningum. Lykillinn hennar Dönu táknar að það að efla sig og styrkja sig er leiðin að velgengni. Fallegur þessi lykill sem hún hefur þarna. Lykillinn mun loka hurðum þar sem að sjálfsniðurrif er að baki og hann mun opna hurðar að hamingjunni. Krafturinn þinn eflist og eykst og þú tekur stjórn á lífið þínu, gerir þig grein fyrir þörfum þínum og setur þig ný takmörk. Þar sem þú hefur verið að vonast eftir
er núna innan seilingar. Þú finnur það, getur skynjað það og munt sjá það blómstra. Með því að stíga í gegnum óttann eða rísa yfir ótta þinn og neikvæðni, þá ertu að gera þér grein fyrir þínu sanna virði. Eitthvað sem gerist á dularfullan hátt eða í gegnum svona andlega þátt lífsins mun tvöfalda og auka við velgengni þína og styrk. Það er alltaf verið að tala hérna um styrk og kraft og eflingu. Þannig að kæru loftmerki, það er aldeilis góð orka á leiðinni til ykkar. Og ég var að tala um að þið væru hérna í S-inu ykkar. Ég tengi þetta beint inn á það að framundan er tími velgengni fyrir ykkur og tími þar sem að þið hafið allt til alls og eruð þakklátt fyrir allt sem þið hafið eða munu verða það allavega. Ég ætla að draga annað spil en ég er eiginlega hætt við það því að þetta er orðið svolítið langt og bara alveg nóg að taka inn í bili. Ég vona að þið finnið eitthvað sannleikskorn í þessum spilum eða hafið allavega gaman að þeim. Ég óska ykkur allsins besta, kæru loftmerki, ljós og kærleikur.